Heyrðu, góðan dag. Í dag ætla ég að kynna tengsl ritunar og lesskilnings og við ætlum að skoða þroskalíkan þar sem er skoðað hvernig þessi tvö þroskaferli eiga sér stað í nemendahóp á miðstigi í grunnskóla. Ástæðan fyrir því að miðstig varð fyrir valinu í athuga þessi tengsl ritunar og lesskilnings er sú að á miðstigi verða talsverðar breytingar í námi. Námið fer að krefjast meira og lestur og ritunar og textar í námsbókum fara að þyngjast. Þannig að setningar fara að lengjast, það verða að vera flóknari og það verða að kynna svona flóknari hugtök. Þannig að það er svona talsverð breyting frá þessu yngsta stigi þar sem er formleg lestrarkennsla yfir í miðstigi þar sem verður lestrarkennslan rauninni fer fram í gegnum annars konar nám. Ég ætla aðeins að draga fram tengsl þessara tveggja hugsmíða og hér erum við að byggja þá á erlendum rannsóknum. En þetta er svolítið að hugsa lesskilning og ritun sem tvær hliðar á sama pening. Annars erum við með lesskilningin þar sem þú ert með skilningin, þar sem þú ert að taka texta, þú lest hann, þú þarft að nýta þér orðaforða og fyrri þekkingu og draga ályktanir. En í ritunni þá ertu raunin að nota orðaforða og fyrri þekkingu til þess að koma texta skiljanlega fyrir annan lesanda. Og bæði ferlin reyndar líka á svona grunnþætti eins og umskráningu. Það sem getum hugsað í lesskilningi að ef nemendur eiga í erfiðleikum með þessi grunnatriði að koma bókstofum yfir í hljóð, að það truflar rauninni eða dregur orku úr hinum svona æðri starfsemi eins og það að fá samhengi textans. Og sama þá á ritun þar sem þú ert að taka mikla orku í það að stafsetja rétt. En í þessa rannsókn að þá, sem er partur af annarri stærri rannsókn, að þá rauninni búum við til nokkur ólík þroskalíkön til þess að reyna að svara spurningum það hvernig þessi færni breytist yfir tíma. Og eins og kannski hafa sést í skýrslum eins og PISA að þá er ein breyta sem hefur skýrt einstaklingsmun í lesskilningi er til dæmis það að kynjamunur hefur verið svona umtölunarefni. Ef við byrjum aðeins á að skoða hvernig gagnassettið er sett upp, þetta er rauninni úrtak sem er tekið úr skólum á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesbæ og þetta er 400 manna úrtak og 55% stúlkur og við erum að skoða rauninni sömu nemendur aftur og aftur yfir 3 gagnapunta. En við byrjum í 5. bekk og fórum svo í 7. og 7. bekk. Og það eru 2 mælingar, það er annars vegar lesskilningsmæling og svo ritunarmæling og þetta er bara svona hefðbundin lesskilningsverkefni þar sem nemendur lesa texta og eiga að svara spurningum úr textanum. Og ritunin er sama runni. Nemendur fá eitthvað verkefni og er skrifað verkefnið. Og áreiðanleiki lesskilningsmælingunar er ástæðulegur í kringum 0,79 og samræmið milli matsmanna í fyrirgjöf fyrir ritunartextan er líka ástæðulegur. En við byrjum að skoða niðurstöðurnar. Og fyrsta sem kannski maður þarf að átta sig á þegar maður er með langtímagögn að það er ákveðin hætta á því að vera brottfall og ef við skoðum ennið sem er fjöldi þátttakenda sjáum við það að brottfallið er tiltölulega lítið yfir tíma. Það er í kringum 6% og athugun á hvernig brottfallið er sýnir það að brottfallið er handófskennt. Þannig að ástæðan fyrir því að nemendur mæta ekki í mælingu er þá bara einhver handófskennt eins og veikindi eða nemendur hefur skipt skóla. Það er ekki færni sem er að stýra því hvort að þeir hafa mætt. Og það er rauninni forsenda þess að maður sé hægt að gera mat eins og þetta. Annars sem við sjáum strax er það að meðaltölin hækka á lesskilningsmælingunni frá einum tíma til annars og saman með ritunarmælingunni sem gefur til kynna að það er eitthvað svona vöxtur. Eitt sem við þurfum að hafa huga er að í lesskilningsmælingunni síðustu sjáum við að skekkjan er komin í -1,3 sem þýðir það að þeir nemendur sem er að skora hæst á prófinu þeir geta rauninni ekki bætt sig. Það er einhvers konar rishrif. Þannig að það er eitthvað sem svona, við þurfum að hafa bak við eyrað þegar við erum að túlka niðurstöðurnar hvernig vöxturinn er.
En hér erum við með gögnin sem fara inn í líkanið og ég er búin að setja meðaltölin yfir á staðarstig sem þýðir það að meðaltalið 0 og staðarflokki 1 og erum festum á hvert punkt. Þannig að við sjáum hérna að það vöxturinn frá tímapunkt 1 yfir tímapunkt 2 eru 0,42. Þetta er svona cirka 0,30 eitthvað kóanstíð sem talsverður munur. Við sjáum það hægist næst á mununum á hraðanum í vextinum á lesskilningi, en það eins og ég var að segja áður, það getur verið vegna þess að við erum með þessi rjááhrif. Og saman með ritunin vex líka hægt og rólega við tíma. Það sem rauninni við gerum, að hérna erum við með 5 breytur og við erum að skoða tengslin þeirra. Þetta verður svolítið maus, þess vegna setjum við rauninni upp í einhvers konar líkan sem við erum að reyna að einfalda veruleika. Hérna sjáum við fyrsta líkanið. Fyrsta líkanið er einfaldasta líkanið og þá erum við rauninni að gera ráð fyrir að það sé bara einstaklingsmunur. Að það sé engin vöxtur á milli tímapunkta. Við gerum ráð fyrir að þetta líkan komi illa út. Næsta líkan er líkan þar sem við erum búin að bæta við einni breytu, það er þessi almenni þroski. Það erum við að gera ráð fyrir að það sé einstaklingsmunur á milli tímapunkta en það er einhver almenni þroski sem verður til staðar þannig að ritunarfærni og lesskilningsfærni vex samsíða yfir tíma. Líkan 3 er hins vegar, þá erum við komið með 2 aðrar breytur, þannig að eina sem við munum á líkanu 2 og 3 er það í líkani 2 þá erum við með en almenn þátt, við erum búin að splitta hann upp í 2 sértaka þætti. Það erum bara að segja það að það sé ykkur smá núans í ritun og smá núans í lesskilningi sem verður til þess að hvernig þessi færni vex yfir tíma. Hérna sjáum við mátstöðla líkanana og ég ætla ekki að verja löngum tíma í það. Fyrsta sem við getum og það sem að skoðar í því er rauninni að þegar við erum að búa til líkan eins og þetta þá erum við rauninni að stilla upp starffræðilegu líkani og erum að bera gögnin okkar saman við líkanið. Þessir stuðlar REMSI og SRM, það er það sem kallast leifin. Það eru stuðlar sem við viljum hafa undir 0,8. Þannig við sjáum að fyrsta líkanið er ekki gott líkan. Það nær ekki að skýra dreifingu gagnaða. Þegar við erum komið líkan 2 og 3, þá erum við bara komið ágætis mátstöðla. Þannig að það eru líkan 2 og 3 eru bæði góð líkan. Þannig að við getum annarkvort skýrt vöxt á milli tíma sem er almennum þætti eða sértækum þætti. Líkan 3 er flóknari en líkan 2 sem þýðir það að þar eru komið með eitthvað svona sértæka parta. Af því það er ekki margtakur munur á milli líkans 2 og 3 þá veljum við líkan 2 af því það er einfaldara líkan. Betri athugun á líkani 3 sýndi líka það að fylgnin á milli þessara tveggja þátta lesskilnings og að vöxt í lesskilningi og ritun, þannig í kringum 0,9 sem þýðir það þær eru nánast alveg samhliða. Þannig svona út frá Ragnhildi Occams veljum við einfaldara mælilíkanið. Og hér sjáum við mælilíkanið sjálft. Þannig á x-ásnum erum við með tíman, þetta er þá bara tímapunktur 1, 2 og 3 og svo á y-ásnum er þessu staðarstig. Þau eru bara túlkuð eins og setaskor. Og við sjáum það að það er vöxtur frá tíma 1 upp í 3. Og við sjáum hérna gráu línurnar sem eru á skjánum, það eru línur einstaka nemanda. Þannig að svarta línan það er heildarlíkanið fyrir alla, en gráu línurnar eru línur fyrir einstaka nemendur. Við sjáum strax að það er mikill munur á milli einstaklinga, en það er margtakur munur á milli skurðpunta sem segir til hver einstaklingsmunur er. Það sem er annað sem skiptir máli í þessu líkani, ef við horfum á þetta líkan hérna, er það hver fylgnin á milli upphafstæðna. Fylgnin á milli upphafstæðna er meðalhá, hún er frá 0,3 upp í 0,5, sem þýðir það að nemendur sem eru standa sig að jafnaði illa í lesskilningi standa sig líka að jafnaði illa í ritun og svo öfugt. Við erum ekki að segja að það sé ykkur orsakatengsl á milli, heldur bara það að við getum lýst þessu ferli með einni breytu. Annað sem kemur í ljós í þroskalíkanu, kallast það ensku latent growth líkani, er það að hallatölunar eru óleika milli einstaklinga. Þannig að það er einstaklingsmunur hversu hratt þau vaxa. Einstaklingsmunurinn hefur samt ekki fylgni við upphafsstöðu. Þetta þýðir á mannamáli að nemendur sem eru með slaka færni í upphafi, þeir bæta sig hvorki hraðan í hæga heldur þeir sem eru með góða færni í upphafi. Hér sjáum við
rauninni sama líkan en einu munun á milli þessa líkans og líkansins sem við með áðan það að við hérna erum búin að setja inn kynjabreytuna. Þannig að við getum hugsað okkur það að við séum með þetta hérna líkan en það er búið að bæta við þessari þriðju breytu inn í sem kynjamunur. Það sem við sjáum hér strax það hvað gífurlegur munur á milli færni drengja og stúlkna í ritun. Og þetta svo sem vekur upp spurningar hvað í rauninni, hver skýringin á bakvið af hver þessi mikli munur á milli nemenda. Ef við horfum á línurnar þá svona eins og það sé eitthvað brot í henni að drengir vöxturinn verið hraðari en við skulum kannski ekki túlka það nægilega mikið út af því að öryggisspilin eru víð. Hitt sem við sjáum líka það að munurinn í lesskilningi milli drengja og stúlkna ekki marktækur á fyrsta tímapunkti en verður sem marktækur eftir tímapunkt 2 og 3. Þannig að bilið á milli drengja í lesskilningi að vaxa á þessu tímabili. Og það líka eitthvað svo sem maður hefur spurningur einhverjar rannsóknir hafa sýnt að hvort áhuga hvort sé inn í en þetta eru svona rauninni vekur upp spurningar hvað í rauninni raunverulega að gerast í þessu tiltekna gagnsæti. Þessar niðurstöður svo sem heldur ekki eitthvað á skjön við aðrar niðurstöður sem hafa sýnt mikinn mun á milli kynjanna í þessum tilteknu verkefnum. En ef við setjum svona aðeins þessar niðurstöður í samhengi þá getum við hugsað það að við getum lýst þroskaferlinu fyrir lesskilning og ritun með einni breytu. Rauninni við getum sagt að það vaxi samsíða yfir tíma. Og jú, það kannski einhver smá svona núans við ritun og núans við lesskilning en að jafnaði þá nægilegt að útskýra þetta með einum stika. Þessar niðurstöður gefa svo sem ekki til kynna að það sé einhver orsakatengsl á milli þessa. Þetta segir bara það að við getum lýst þessu þroskaferli með sameiginlegum hætti en það samt svona það ríma við erlendar niðurstöður þar sem það hafa verið gerðar beinar prófanir á því að leggja fyrir verkefni sem eru ritunarverkefni og þjálfa lesskilning og svo leggja fyrir lesskilningsverkefni til þess að þjálfa ritun. Þannig að samhengi við þær niðurstöður að þá svona gefur þetta til kynna að það sé sameiginleg ferli þarna og eins og kannski við sjáum á fyrstu glærunni að þær deila óhjákvæmilega margs konar sameiginlegir færni og kannski ekki skrítið að þær séu að tengslin þeirra séu sterk. Að lokum að þá þarf kannski bara að halda áfram með rannsóknum og átta sig á því af hverju þessi miklu kynjamunur á miðstigi í þessum tveimur verkefnum eins og sem ekki með nein svör við því en þetta eru ferli sem eru mjög samofin og ætti að vinna með saman. Takk fyrir.